Ja, Jón, nú undirbúningstímabilið langt komið, fyrsti leikur í bikar. Hvernig svona staðan á liðinu? Já, það rétt hjá þér að nú undirbúningstímabilið búið og tímabilið að byrja dag og það leggst bara gríðarlega vel í okkur. Við erum klárir í fyrsta leik og staðan á liðinu er bara býsna góð. Það eru meiðsli í hópnum en það er í ágætismálum, það er örlítið fleiri heldur en við hefðum viljað. Ungu strákarnir hafa verið að glíma svolítið við meiðsli. Ingi Sig var í myndatöku núna og er með bólgur í mjöðminni og þarf að ná því niður og það tekur nokkra vikur. Ármann meiddist á ökkla í leik með öðrum flokk og er á leiðinni aftur í myndatöku eftir helgi og gengi illa hjá honum að ná sér. Hún er að frá núna í 3-4 vikur, þannig að við þurfum að láta mynda það aftur. Og annað er smávægilegt. Steinar auðvitað fór í aðgerð í vetur og er að koma sér í gang og við reiknum með honum í tilbúnum á allra næstu vikum, þannig að það er bara ágætis staða. Deildin í sumar, fyrsta deildin. Hvernig svona lítur þetta við þér? Nýja fyrirkomulagið, hverjir eru okkar keppinautar í deildinni? Ég held að deildin verði bara gríðarlega sterk í sumar, miklu sterkari heldur en undanfarin ár og það eru mörg lið sem að hafa tjaldað miklu í vetur til þess að styrkja sitt lið og bæði það ég held að þetta verði bara stór og mikill pakki af liðum sem að bítast það að komast upp úr þessari deild. Grindvíkingar augljóslega með kannski þeir sem hafa fjárfest mest í vetur og styrkt sitt lið af þekktum leikmönnum. Afturhelding Leiknir, þetta eru lið sem eru betri en fyrra, Þórsararnir, Fjölnir, þetta er allt lið sem verða betri heldur en í fyrra, Vestri gríðarlega öflugir. Þannig að ég held að þetta verði bara gríðarlega jöfn deild og mjög sterk deild. Varandi fyrirkomulagi þá náttúrulega segir það sig sjálf. Það er bara eitt lið sem kemst beint upp og ég held að það séu 11 lið í deildinni sem stefna á þetta umspil. Þannig að það líka kannski segir svolítið mikið styrk deildarinnar. Þannig að ég er bara spenntur og ég held að þetta verði gríðarlega skemmtileg deild í sumar og jöfn og spennandi. Leikmannahópur Ía, sérðu fyrir frekari breytingar á honum fyrir mót? Nei, ég á ekki von á því. Við höfum náttúrulega verið gerðar gríðarlega mikla breytingar undanfarin ár á leikmannahópi Ía og þetta ár er engin undantekning á því. Ég er búinn að vera núna rétt rúmlega ár í starfi og mikið leikmannavelta á þessu ári, þannig að við erum að þétta leikmannahópinn og við höfum minnkað hann töluvert. Ég held að það sé rétt hjá mér að það sé 18 leikmenn farnir bara síðan ég kom í febrúar síðasta ári og 4 nýju leikmenn komnir inn, þannig að það segir sig sjálft. Það er þéttari hópur, það er minni hópur en við erum þar að leiðandi háðir því að ungu leikmenni stíu upp og að séu leikmenn sem eru tilbúnir að koma inn og leysa ýmis konar verkefni, ýmis hlutverk. Þegar þú ert með lítinn en góðan leikmannahóp þá ertu háður því að vera með leikmenn sem geta leyst þínar ýmsu stöður og við höfum það. Þannig að ég er gríðarlega ánægður með leikmannahópinn eins og hann er í dag og stemningin og liðsheildin við erum mjög ánægðir með hana. Þannig að ég á ekki von á neinum breytingum ekki nema eitthvað mikið gerist. Þú hefur í raun bara sótt Skagamenn inn í vetur. Ertu í einhverju vegferð þar varðandi að byggja upp svona Skagaandann? Já, það er ekkert leyndarmál og bara yfirlýst markmið að gera það og þétta, eins og ég segi, við höfum að þétta leikmannahópinn, bæði hvað varðar liðsheild og svolítið þetta í að hjarta og fara svolítið bara að finna gildin okkar aftur og það hefur á okkar viti gengið gríðarlega vel í vetur og við erum mjög ánægðir með hvar hópurinn er staddur, hvað það varðar. Þannig að það er alveg yfirlýst markmið og var alveg skýrt markmið að gera það. Arnleifur, Hákon, Arnór og Indriði, þetta er allt strákar sem koma upp úr okkar yngri flokka starfið, þannig að það er skýrt markmið og ég hef svona sagt það víðar að við þurfum að
það er ýmsir hlutir sem að við þurfum að skoða hjá IA bara í ljósi sögunar og ef við tökum bara þessa öld og gengi liðsins og það hefur verið rokkandi og upp og niður og við þurfum að finna stöðuleika í því en við þurfum líka að finna okkar vegferð, okkar leið í því að við höfum ekkert verið að fá neitt rosalega mikið á þessari öld af IA leikmönnum sem hafa átt sinn feril hjá knattspyrnufélagi IA. Auðvitað erum við mjög stoltir af okkar landsliðsmönnum og atvinnumönnum og erum að gera gríðarlega vel þar en ég tel að við þurfum að skoða svo næsta hóp sem kemur þar á eftir og gera betur þar og það er auðvitað stór partur af því að mínu viti samstarf við annan flokk og Kára og þessi lið vinni saman og þannig að leið ungra leikmann og framtíða leikmanna í að sé unnin með skipulögum og góðum hætti. Takk fyrir þetta Jón Þór, gangi ykkur vel. Takk.